Beðið var fyrir breyttum viðhorfum til fóstureyðinga á Kristdegi í Hörpu í dag. Biskup segir málið ekki hafa verið rætt innan kirkjunnar. Forseti Íslands segir umburðarlyndi kjarna kristninnar. Hann hafi því mætt án skilyrða umræðuefni á hátíðina. Forseti Íslands segir það kjarna kristninnar að sýna umburðarlyndi og virða leið réttinn til umræðu og gagnrýni. Hann hafi því mætt án skilyrða umræðuefni á trúarhátíðina Kristsdag sem framfór í Hörpu í dag. Kristdagur var haldinn í Eldborgarsal Hörpu í dag. Hátíðina setti forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson og á mælendaskrá voru meðal annars biskup Íslands og Geir Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Guð blessi Ísland okkur öll. Á Kristdegi koma saman forsvarsmenn hinna ýmsu kristilegu trúfélaga á landinu og sameinast í bæn fyrir landi og þjóð, eins og segir í kynningu hátíðarinnar. Að skipulagningu Kristdags standa sömu aðilar og stóðu fyrir hátíð vonar sem haldin var í fyrra, sem var umdeild vegna yfirlýstrar afstöðu aðalfyrirlesarans til samkynhneigðra. Á lista yfir bænarefni Kristdags sem finna má á vefsíðu hátíðarinnar er meðal annars bæn fyrir útgerðarfyrirtækjum og kvótakerfinu og breytt viðhorf til fóstureyðinga. Biskup Íslands segir þjóðkirkjuna ekki hafa átt þátt í að semja bænaskrána. Aðspurðum hvort þetta endurspegli afstöðu kirkjunar til fóstureyðinga segir biskup. Það hefur bara ekkert verið rætt þetta málefni innan kirkjunar. Það bara gilda viss lög í landinu fóstureyðingar en auðvitað leggur kirkjan áherslu á það eins og kristin trú að varðveita lífið. En það er ekki þar með sagt að fóstureyðingar ekki rétt á sér í vissum tilfellum. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, segir það vel þekkt að kristnir söfnuðir hafi ólíkar áherslur og túlki testamentin með ólíkum hætti. Og það er kjarni kristninnar að sýna umburðarlyndi gagnvart öllum skoðunum en virða leið réttin til umræðu og gagnrýni. Og þess vegna fannst mér engin ástæða til þess að það séu sett einhver skilyrði það hvað menn vilji segja. Heldur komi hver og einn söfnuður að þessum einstaka degi á sínum forsendum með sínar áherslur. Kristdagurinn hófst í Hörpu í morgun og stendur enn yfir. Hugmyndin með deginum er svo að kristnir einstaklingar úr sem flestum kirkjudeildum og sem víðast af landinu sameinist í bæn fyrir land og þjóð. Það er Friðrikskapellu samfélagi sem stendur fyrir Kristdeginum. Í bænaefni dagsins má meðal annars finna játningar á því að Ísland sé kristin þjóð, beiðni vitra stjórnmálamenn, góða fjölmiðla, bæn fyrir þeim sem hafa sagt sig úr kristinni kirkju, bæn breytt viðhorf til fóstureyðinga og hugarfarsbreytingu. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, flutti opnara ávarp samkomunnar. Hann sagði það vera fagnaðarefni hversu margir hygðu sameinast í bæn fyrir land og þjóð, en ítrekkaði leið að þetta veri tækifæri til að íhuga hversu ríkan þátt kristni hefur í íslenskri þjóðarvitund. Það er mikilvægt að hafa það í huga. Þegar við horfum því miður á öfgahópa annarra trúarbragða víða veröldina efna til ófriðar og jafnvel aftöku á fólki, að gleyma ekki að það umburðarlyndi, sá skilningur, það siðferði sem hefur skapað Íslandingum sérstöðu á allar sína rætur, í þeim boðskap og þeim styrk og þeirri bæn sem kristnin hefur fært þessari þjóð aldir.